Góðan daginn, ég heiti Björgvin og ég ætla að vera með kynningu andlegan styrk. Hvað er andlegur styrkur? Í þessari kynningu ætla ég að fjalla hvað er andlegur styrkur og hvað einkennir andlegan styrk. Kynningin er unnin upp úr verkefni hjá nemum í íþróttasálfræði við Háskólann á Akureyri. Sjálfstraust. Sjálfstraust er einn mikilvægasti eiginleikinn í andlegum styrk. Sem afreksmaður í hópíþróttum þarftu oft að vera með gott sjálfstraust til að geta tekið á skarið þegar kannski lítið er eftir af leiknum. Sem afreksmaður í einstaklingsíþróttum er sjálfstraust ekki minna mikilvægt, þar sem oft koma stressandi atvik þar sem maður þarf að geta treyst því sem maður er sett upp fyrir keppnina. Hvað er andlegur styrkur? Geta sett sér markmið, halda aga sama hvað á dynur, vera ávallt glaður. Að hafa gott sjálfstraust og einnig hafa aga á hlutunum er lykillinn að velgengni. Til þess að ná langt í afreksíþróttum þarf hugurinn að fylgja með líkamanum. Ekki nægir bara að vera tæknilega góður, einnig þarftu líka að vera góður andlega. Agi. Agi er mjög mikilvægur til þess að komast langt í íþróttum og einnig bara í lífinu. Að ná góðum aga er bara æfing og þolinmæði. Það tekur tíma að fá góðan aga. Vera með góðan aga er mjög gott þar sem einstaklingurinn er kannski orðinn hundleiður á því að gera þessa æfingu aftur og aftur og hann er við það að hætta, en þar kikkar aginn inn hjá þeim sem búnir að þjálfa hann og segir nei við því að stoppa og heldur alltaf áfram. Hafa gaman. Að hafa gaman er einn mikilvægasti eiginleikinn í íþróttum. Til hvers erum við í þessu ef það er ekki gaman? Hafa gaman gerir líka allt bara svo miklu skemmtilegra. Hvernig er best að þjálfa andlegan styrk? Fara til íþróttasálfræðings, horfa á sjálfan sig í spegli og einnig að tala við sig á meðan. Vera glaður og jákvæður og hugleiða. Markmið. Að setja sér markmið er eitt af allra mikilvægasta til að komast langt í íþróttum. Með því að setja sér markmið þá veistu hvert þú stefnir. Oft er gott að setja sér eitt stórt og langtímamarkmið og svo mörg minni til að þokast nær þessu stóra markmiði. Dæmi svona auðveld lítil markmið er til dæmis: ég ætla að koma inn í rúmið kl. 22:00 í kvöld. Sigla. Hvað er það? Þeir sem búa í seglum eru þeir sem eru jákvæðir og glaðir, andlega tilbúnir til þess að glíma við stress, hafa trú á sjálfum sér, sjálfsöruggar persónur, búnir að æfa agann vel og geta haldið honum, hafa góðar venjur. Áhugahvöt. Hvað er áhugahvöt? Ein regla í íþróttum er að alltaf hafa gaman af því sem maður er að gera. Ég er ekki að segja að þreka eigi að vera skemmtilegt, en það er alltaf hægt að gera það skemmtilegt með því til dæmis að vera jákvæður og glaður. Takk fyrir mig, Björgvin Franz Björgvinsson.